Þá komið að þriðja liður á dagskrá, Hólasandslína 3, lagning ídráttarröða undir vestustu kvísl Eyjafjarðarár og umsókn framkvæmdaleyfi til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Hér að ræða 4. lið í fundargerð skipulagsráðs frá 15. janúar síðastliðnum. Þar var tekið fyrir erindi Friðriku Marteinsdóttur fyrir hönd Landsnets HF. Þar sem sótt framkvæmdaleyfi fyrir lagningu 170 metra langra ídráttarröra fyrir 220 kW jarðstrengjasett í og undir vestustu kvísl Eyjafjarðarár. Áætlað að vinna að framkvæmdinni samhliða byggingu brúar og lagningu stígs á þessu sama svæði. Fyrir liggur umsögn Umhverfisstofnunar að framkvæmdin sé ekki háð leyfi stofnunarinnar, en skipulagsráð hefur yfirfærið meðfylgjandi hönnunargögn vegna framkvæmdar við lagningu ídráttarröra sem í samræmi við gildandi aðal- og deiluskipulag. Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og álit skipulagsstofnunar þar og leggur til við bæjarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfisins verði samþykkt. En eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdaleyfisins, en það að framkvæmdin skuli vera í samræmi við 24. grein lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarbæ, en þar eru ákvæði farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið inn á malbikaða götur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur gatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt útgáfu framkvæmdaleyfis fyrir lagningu 170 metra langra ídráttarröra fyrir 220 kW jarðstrengjasett í og undir vestustu kvísl Eyjafjarðarár, gefið merki. Það eru 11. Takk fyrir það.